Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 1. febrúar fyrsti sunnudagur í 9 vikna föstu. Þema dagsins laun og náð. Í lexíunni biður Guð okkur að gleyma ekki velgjörðum hans. Í pistlunum skrifa Páll, sem vitur byggingameistari hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér en annar hefur byggt ofan á. Og í Guðspjallinu segir Jesús dæmisögu þjóna sem eiga að ávaxta talentur húsbóndans meðan hann í burtu. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Matteusi 25. kafla. Svo himnaríki sem mann sem ætlaði úr landi. Hann kallaði á þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fékk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim þriðja 1. Hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fékk 5 talentur fór þegar og ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gerði sá sem 2 fékk, hann græddi aðrar 2. En sá sem fékk 1 fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét þá gera skil. Sá með 5 talenturnar gekk þá fram og færði honum aðrar 5 og sagði, Herra, 5 talentur seldir þú mér í hendur og hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hans sagði við hann, Gott, þú góði og trúi þjónn. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig, gakk inn í fögnuð Herra þíns. Þá gekk fram sá með 2 talenturnar og mælti, Herra, 2 talentur seldir þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hans sagði við hann, Gott, þú góði og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig, gakk inn í fögnuð Herra þíns. Loks kom sá sem 1 talentu fékk og sagði, Herra, ég vissi að þú ert maður harður og uppsker þar sem þú sáðir ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentu þína í jörðu. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hans sagði við hann, illi og lati þjónn. Þú vissir að ég uppsker þar sem ég sáði ekki og safna þar sem ég stráði ekki. Þú áttir því að leggja fé mitt í banka. Þá hefði ég fengið það með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talentuna og fáið þeim sem hefur 10 talenturnar. Því að hverjum sem hefur mun gefið verða og mun hann hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnýstran tanna. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins laun og náð og Jesús segir þessa dæmisögu himnaríki. Svo himnaríki sem mann sem ætla á landi. Eins og við vitum stundum hægt að túlka dæmisögur á fleiri en einn hátt og ein túlkunin gæti verið að maðurinn í sögunni sé Jesús. Jesús sagði einmitt lærisveinunum að hann færi burt og kæmi aftur í lok tímanna. Maðurinn í dæmisögunni kallaði á þjóna sína, hann fól þeim eigur sínar og við munum eftir frásögninni þegar Jesús kallaði þá 12, það lærisveinana, til sín og sendi þá út 2 og 2 og gaf þeim mátt
og vald yfir illum öndum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá út til að boða Guðs ríki og græða sjúka. Og eftir að hafa fengið þetta vald voru lærisveinarnir kallaðir postular. Ef við tengjum þessar tvær frásagnir saman, þá fáum við kannski aðra sýn á launin sem þjónarnir í sögunni fengu. Jesús átti engar jarðneskar eigur. Hans ríki ekki af þessum heimi. En hann hafði mátt og vald til að gefa þennan mátt til postulana og maðurinn í dæmisögunni gaf hverjum eftir sinni hafni 5, 2 og 1 talentu, samtals 8 talentur. En talan 8 er tákn eilífðar því hún hvorki byrjar eða endar á ákveðnum stað. Talentur hafa líka aðra merkingu. Þær geta táknað hæfileika eða gáfu. Og við vitum að það þarf hæfileika og gáfur til að nýta vald af skynsemi. Og svo þarf líka að halda hæfileikunum við. En þar sem dæmisögur alltaf hægt að túlka á fleiri en einn hátt, geta þessir 3 þjónar táknað 3 hópa fólks, gyðinga, kristna og þá sem trú ekki á neitt sérstakt. Maðurinn í dæmisögunni fór úr landi. Jesús steig upp til himins, en þjónana beið að ávaxta talenturnar fyrir húsbóndan. Það þeirra beið að breiða út boðskapinn Guðs ríki. Og þegar húsbóndinn kæmi aftur, kæmi í ljós hvaða þjónar væru trúir, hverjir hefðu lagt sig fram að stækka söfnuð Guðs. Við höfum oft heyrt að Guð leggi ekki meira á okkur en við getum borið, því að brákaðan reyr brýtur hann ekki og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Þess vegna fengu þjónarnir ekki allir sama fjölda talenta til að ávaxta. Þeir sem tvöfölduðu ávöxtun fyrir húsbóndan fengu þakkir með þessum orðum: Gott, þú góði og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig, gakk inn í fögnuð Herra þíns. Prófið sem þeir höfðu staðist fólst ekki í því hve mikil ávöxtunin var í þjónustu þeirra, heldur hversu mikið þeir reyndu. Þeir stóðu sig 100%. En sá sem fékk 1 talentu og var kannski sá sem trúði ekki á neitt sérstakt, fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Hann ásakaði húsbónda sinn síðan að vera harðan og láta aðra vinnuna við að uppskera og safna saman. Hann var hræddur og gróf talentuna í jörðu. Hann tók ekki þátt í að breiða út boðskapinn. Húsbóndinn ávítaði hann fyrir að hafa ekki sett aurinn í banka. Sem sagt, hann hefði ekki þurft að vinna einn að ávöxtuninni. Hann hefði getað lagt öðrum lið í boðun fagnaðarerindisins. 2 saman geta stutt hvorn annan, en þjónninn hafði ekki reynt. Því sagði húsbóndinn hann vera illan og latan. Talentan var tekin af honum og hann fékk ekki inngöngu í ríki Guðs. Kannski finnst mönnum þetta að vera harður boðskapur, en sem þjónn Guðs bar honum að boða orð Guðs. Safna sauðunum saman, styrkja þá og uppörva, fræða og leiða samkvæmt boðskapnum. Guðspjallið endar svo á þessum orðum: Hverjum þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð. En frá þeim sem eigi hefur
mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Merkingin að þeir sem eiga Guðs orð og trúna í hjartanu munu eignast enn meira í ríki Guðs, þeim mun ekkert skorta. Eins og Lexían segir, þá mun Guð leiða þig inn í gott land, þar sem þig mun ekkert skorta. En andstæðan sá sem á ekki trúna. Hann mun missa það sem hann á nú þegar í þessu lífi. Við förum ekki með nein auðæfi eða gæði úr þessu lífi og sá sem hefur afneitað Guði hefur hafnað inngöngu og mun því ekki ganga í ljósi Guðs. Það eina sem við getum gefið Guði sál okkar. Þannig höfum við merkt okkur, við erum frátekin börn Guðs. Já, það skiptir máli að eiga trúna í hjartanu og þess vegna hvetur Páll okkur til að gleyma ekki Guði þegar vel gengur. Við þurfum að halda sambandinu við Guð svo sáttmálin, náð fyrir trú, haldist í gildi. Í pistlinum í bréfi sínu til Korintumanna líkir Páll uppbyggingu safnaðar við byggingu hús og hann segir að hann hafi þegar lagt grunninn eftir náð Guðs. En síðar muni aðrir koma til með að byggja ofan á þann grunn. Því fylgir mikil ábyrgð í þessu samfélagi fjölmenningar að blanda ekki öðrum kenningum við hina kristnu trú. Hann leggur áherslu á að grunnur trúarinnar sé alltaf Kristur og kirkja hans byggist upp á því að við leggjum til steina, það okkur sjálf, í þá byggingu, steina sem að varpa sannri kenningu út í samfélagið, fæðir söfnuðinn með brauði lífsins og gefur lifandi vatn við þorsta. Byggingin þarf sannarlega að vera hús byggt á kenningum Guðs. Kirkja sem lagar að sér aðrar kenningar til þess að þóknast öðrum fær ekki staðist. Og Páll skrifar að verk hvers og eins muni koma í ljós síðir. Já, þema dagsins laun og náð. Og á vissan hátt erum við allt lífið að byggja upp og bæta við reynslu okkar og þekkingu. Og ef við skoðum myndlíkingu Páls postula sem hann notar síðar í bréfinu, þá skrifar hann, vitið þið ekki að þið eruð musteri Guðs og að andi Guðs býr í ykkur. Ef nokkur eyðir musteri Guðs mun Guð eyða honum, því musteri Guðs heilagt og þið eruð það musteri. Þá sjáum við hvers vegna það svo mikilvægt að öll fræðsla til safnaðarins sé gagnleg uppbygging, hún sé hlaðin úr graníti og marmara en ekki heyi og hálmi. Því góð fræðsla sé nauðsynleg hverjum manni til að byggja upp sitt eigið musteri. Steinarnir sem við byggjum hús Guðs með eru trúfesti við hinn sanna boðskap. Og í dæmisögu Guðspjallsins kemur vel fram að þeim sem vilja og vinna að því að standa í dýrð Guðs verður gefið meira en þeim sem gefið hið sama tækifæri en nýta það ekki. Og svo það fari ekki á milli mála varðandi þjónana, þá fengu 2 þeirra ekki inngöngu í ríki Guðs vegna góðrar ávöxtunar, heldur fyrir að vera trúfastir húsbóndanum og gera eins vel og þeir gátu. Þegar húsbóndinn kemur aftur og lætur þjóna sína gera skil, þeim sem ávöxtuðu talenturnar sem þeim var treyst fyrir, boðið í Guðs ríki. Gakk inn í fögnuð herra þíns, segir húsbóndinn í sögunni. Ávöxtun talentana og bygging musterisins verður að vera okkar verk og launin fyrir trúfestina náð Guðs
eins og þemað segir, laun og náð. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.